Við langar að kynna næsta þema. Nú erum við svolítið búin að taka upptaktinn, við erum búin að tala svolítið um virðiskeðjuna almennt og Adam fór eiginlega með okkur svolítið svona í svolítið upptakt að þessu næsta þema sem við ætlum að ræðum og það er stóra myndin, köllum við þetta. Nú ætlum við nefnilega að skella okkur upp í 200.000 fet og skoða stærri mynd. Við ætlum að horfa á hvernig virðiskeðjan tengist svo ótal mörgu sem að við kannski leiðum ekkert hugan að dagsdaglega. Bara eins og geopólitík og átökum landfræðileg yfirráð og svo framvegis. Þannig að við ætlum að byrja því að heyra frá honum Mikael Allan Mikaelssyni. Hann er sérfræðingur á sviði loftslagsstefnumótunar hjá Stockholm Environment Institute. Hann hefur veitt ráðgjöf áhrif loftslagsbreytinga á aðfangakeðjur og viðskiptalíf fyrir meðal annars framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, UN Global Compact og World Economic Forum. Mikael hefur undanfarna marga áratugi unnið og búið erlendis, þannig hann er vanur að vinna sína vinnu á ensku. Og þeir sem að þekki þessa stöðu vita að það er pínu flókið að fara að tala öll sérfræðihugtæki sem að kann utanaf á öðru tungumáli. En Mikael var svo yndislegur að þýða fyrir okkur, þannig að hann ætlar að flytja sitt erindi á íslensku og ég vil bjóða Mikael hjartanlega velkominn á svið. Já, takk kærlega fyrir komuna allsumil og ég vil þakka samstarfsfélagana hérna á Festu fyrir að halda utan frábæran viðburð. Erindið mitt þægilega byggja upp aðeins út frá erindinu sem að Adam og Tómas fóru með. Eins og hún myndist á hún alveg þá ég búinn að vera að vinna síðastliðin 3 ár hjá Stockholm Environment Institute þar sem ég starf mitt einblínir á kerfislegar loftslagsáhættur. Sérstaklega þær sem að fara þvert á landamæri. En fyrir þann tíma starfaði ég næstu í áratug við mótvægisaðgerðir í tengslum við alþjóðlegt samstarf hjá breska ríkinu, utanríkisráðuneytinu og orku- og iðnaðarráðuneytinu. Þannig ég hluti af frekar fámennum hópi sem hefur haft þann möguleika að starfa beggja megin loftslagsaðgerða, það er að segja mótvægisaðgerðir og aðlögunaraðgerðir hins vegar. Og þetta er fámennur hópur af því að í raun og veru fólki sem að stýra mótvægis- og aðlögunaraðgerðir mjög aðskilt samfélag í raun og veru. Þetta aðskilir hópar innan vísindasamfélagsins og þetta líka frekar aðskil nýsköpunarumhverfi. Þau nota mjög ólíka nálganir, hugmyndir og byggja á ólíkum forsendum í sinni vinnu. Og lengi vel staðreyndin svo að á undanförnum árum hafa straumar, ef við getum notað þetta hugtak, í kringum sjálfbærni og straumar aðlögunar byrja að skerast í auknum mæli og þetta hefur sérstaklega verið bersýnilegt í aðfangakeðjur og virðiskeðjum fyrirtækja. Og þetta snertir bæði samspil milli tveggja, þetta snertir sameiginlegar áskoranir og samlegðar áhrif. Mótvægisaðgerðir að sjálfsögðu snúast aðalega að draga úr afleiðingar eða koma í veg fyrir afleiðingar samfélags okkar og hagkerfisins á umhverfið og loftslag okkar. Á meðan að aðlögunaraðgerðir snúast að reyna að draga úr og minnka afleiðingar loftslagsbreytingar á hagkerfið okkar og samfélag. Lengi vel var það litið á að mótvægisaðgerðir voru mjög ígrundaðar í alþjóðlegri nálgun og hnattrænum aðgerðum af því að við búum yfir sameiginlegu loftslagskerfi sem þýðir að gróðurhúsalosun í Kína hefur áhrif á loftslagið okkar á Íslandi og vice versa. Á meðan að loftslagsaðlögun var alltaf álitin vera mjög staðbundin af því að afleiðingarnar eiga sér stað á ákveðnum tíma, á ákveðnum stað, í ákveðnum samfélögum. En við vitum að þessar ályktanir hafa reynst rangar af því að loftslagsbreytingar hafa áhrif á okkur þvert á við landamæri með kerfislegum hætti. Bæði í gegnum með smiðsjúkdómum, aðgengilegum dýrategundum sem og gegnum aðfangakeðjur og fjármagnstengsl. Líka hefur verið ákveðin hugsun í kringum það að mótvægisaðgerðir fela í sér aðgerðir til þess að sporna við skammtímar áhættunum í tengslum við umhverfis- og loftslagslöggjöf og líka breyttu markaðsumhverfi, oft ýtt undir af nýrri nýsköpun á sviði grænna tækni og vísinda. Á meðan að aðlögunin hefur oft verið litin á sem langtíma aðgerðir sem við þurfum að undirbúa okkur fyrir áhættur sem koma í framtíðinni ef við náum ekki nægilega miklum árangri á sviði mótvægisaðgerðar.
En staðreyndin svo að þessi ályktun reynist röng líka. Við höfum séð það að núna eru loftslagsbreytingar ekki handan við sjóndeildarhringinn. Þau eru beint fyrir fram að dyrnar okkar og ef þú býrð í Kaliforníu eru loftslagsbreytingarnir búin að brenna niður dyrnar þinnar. Þannig að við vitum út frá þessu að forsenda fyrir aðlögun árangursríkar mótvægisaðgerðir af því án þeirra mun umfang loftslagsbreytingar vera þeirri umfangi að aðlögun mun bara eiga sér takmarkanir og það verður engin aðlögun. En að sama skapi getum við líka séð að loftslagsaðlögun líka forsenda fyrir árangri í sjálfbærni og við sjáum það út frá einum af þeim niðurstöðum frá Evrópska loftslagsáttmátunum sem ég var einn af höfundum þess. Í skýrslukafla sem skrifuðum varðandi raskanir á aðfangakeðjur á alþjóðlegum vettvangi þá ræddum við að það var ein af þeim áhættum snerist aðfangakeðjur fyrir gæðamálma. Og við vitum að gæðamálmar munu gegna veigamiklu hlutverki fyrir sjálfbæra þróun, sérstaklega hvað snertir orkuskiptin. Vindtúrbína krefst 9 sinnum meira magn af gæðamálmum heldur en gasorkuver. Og rafbíll krefst 6 sinnum meira umfang af gæðamálmum heldur en venjulegur bensínknúinn bíl. Og þar af leiðandi búumst við að eftirspurnin fyrir gæðamálmum eftir að aukast til muna á næstum árum. Við getum séð hér tvöföld aukning á lithium sem afskaplega mikilvægt ásamt kóbalti og nikkel fyrir batteríframleiðslu. Við sjáum líka 6 sinnum mikil aukning á eftirspurn fyrir svokölluðum sjaldgæfum jarðmálmum sem notað bæði í mótorinn fyrir rafbíla en einnig fyrir aðra orkugjafa og þar með vindmyllur. En vandinn sá að tjónnæmni í þessum aðfangakeðjum gríðarlega hátt og það snertir því að við reiðum á aðfangakeðjur sem eru mjög samþjappaðar í fáum löndum og mörg af þessum löndum eru afskaplega berskjölduð fyrir loftslagsbreytingar. Og hér bara smá dæmi það Chile stendur fyrir næstu 80% af öllum innflutningi til Evrópusambandsins fyrir lithium, Brasilia meira en 90% fyrir niobium og svo lengi má halda áfram með þetta. En á sama tíma við að sjá að loftslagsbreytingar byrjaðar að hafa auknum mæli afleiðingar fyrir þessa aðfangakeðjur. Nú þegar námuvinnslufyrirtæki búin að vísa í loftslagsvár sem meðal þá áhættu þátta sem að skapa mesta áhættu fyrir rekstrarumhverfi þeirra. Það var gott dæmi í Kína þar sem var mikið flóð eftir úrhelli sem olli því að 116 námur þurftu að loka. Og nú hafa rannsóknir verið að sýna fram á að mikið af þeirri námuvinnslu og framleiðslu á þessum gæðamálmum á sér stað í heimshlutum sem eiga við að stríða mikinn vatnsskort og þurrkanir. Þannig að út frá þessu þá sjáum við að aðlögun algjör forsenda fyrir árangri í sjálfbærni þegar kemur að þessum gæðamálmum. En síðan má líka sjá þetta samspil, samlegðaráhrif og sameiginlegar áskoranir hjá aðfangakeðjum og virðiskeðjum fyrirtækja almennt. Og bara til þess að gefa gott dæmi það, þá vorum við að vinna með UN Global Compact við að gera skýrslu sem snerist réttlát umskipti í aðfangakeðjum. Og í þessari skýrslu vorum við að skoða ólíka áhættuþætti sem að hafa áhrif og að móta framvindu í aðfangakeðjum og virðiskeðjum fyrirtækja. Það að sjálfsögðu þessi svokölluð transition risk, þetta tengslin við umskiptin út frá umhverfislöggjöf eins og ég minntist á áðan. Það beinu afleiðingarnar og síðan það sem kallast maladaptation sem hefur verið, held ég, þýtt yfir í slæmaðlögun. En það felur í sig að þegar aðgerðir beittar til þess að auka loftslagsþol eða seiglu en í raun og veru að hreinlega annaðhvort að ýta áhættunni yfir á annan haghóp eða ýta lengra fram í framtíðina. Við tókum viðtöl við cirka 10 alþjóðleg stórfyrirtæki á borð við Unilever, Enel, Moody's, Meta og svo framvegis. Og þau voru mikið að ræða við okkur að
vandinn hjá þeim, áskorun sem þau eru að reyna að vinna með, að auka þetta gegnsæi í aðfangakeðjunum eins og Tómas minntist á áður. Og þau eru að sjá að mikilvægi þess að vinna með byrgjunum og smáfyrirtækjunum sem saman standa af aðfangakeðjunum þeirra, í staðinn fyrir bara að setja skilmála og ætlast til þess að fyrirtækin sjá það sjálf. Með því að vinna með þessum hagaðilum þvert á við virðiskeðju fyrirtækjana, þá sjá þeir auknum mæli tækifæri til þess að geta séð bæði leiðir til þess að auka framleiðni, þau geta séð leiðir til þess að takast á við óhagkvæmni í rekstri, en þau hjálpa þeim líka til við að sjá bera kennslu á ólíkar áhættur tengslum við mannréttindi, áhættur í tengslum við umhverfislöggjöf, en líka áhættur í tengslum við loftslagsbreytingar. Og sem gott dæmi þetta, þá búið að sýna fram á það núna að rannsóknir sem voru að skoða varðandi seiglu ólíkra aðfangakeðja komu að þeirri niðurstöðu að aðfangakeðjur sem voru sjálfbærar, þær urðu fyrir minni raskanir af COVID, og mikið af þessu hefur með það að gera, hefur með þetta gegnsæi að gera. Þannig að þetta endurspeglar þá að mikilvægi þess að vinna með sjálfbærni, ekki bara út frá sjálfbærnismarkmiðum, heldur skapar þetta líka loftslagsþol í aðfangakeðjunum. Og fyrirtæki þurfa að vinna samstiga með þetta, af því það er ekki sérstaklega hagkvæmt að vera fjárfesta í réttlát umskipti með því að þjálfa nýtt starfsafl, fjárfesta í innviðum sem eru byggðir á grænum lausnum, ef það enda með því að þessir innviðir og þetta fólk eftir að vera fyrir afleiðingu loftslagsbreytingar næsta dag, næstu viku eða næsta ár. Þau töluðu líka að þau búa, hvort sem þau eru að tala seiglu eða aðlögun í aðfangakeðjum eða mótvægisaðgerðir eða sjálfbærnisaðgerðir, þá vandinn sá að það vantar fjárhagslega hvata í samfélaginu, í markaðnum. Það vantar bæði þessi markaðssignal frá ríkisstjórnum og það vantar löggjafir. Þau fyrirtækin sem við ræddum við voru mikið að segja okkur að vandinn hjá þeim að þau geta vissulega farið að fjárfesta í loftslagsaðlögun og mótvægisaðgerðir upp að vissu marki. Þau geta tekið þessar ávexti sem eru lægst hangandi á trénu, en þau geta ekki farið í kerfislegar breytingar út af því að það rosalega dýrt ef það engin löggjöf til staðar sem setur öll önnur fyrirtæki á sama stall. Þannig að það sem þau voru að ræða við okkur og voru að segja við okkur til dæmis að það sem vantar að opinberar stofnanir í innkaupum sínum setja sjálfbærni og seiglu sem skilmála, sem að þættir sem að hjálpa forgangsraða við kaup á þjónustu og vörur. Því að ef við erum bara að skapa eftirspurnina í einu opinbera kerfi út frá hagkvæmni, þá munum við fá svona ákveðið race to the bottom. Og þetta mun hafa afleiðingar fyrir mannréttindi, þetta mun hafa áhrif á seiglu og fyrir sjálfbærni. Á sama tíma voru þeir að tala þetta laga umhverfi og mjög gagnlegt að Tómas minntist til dæmis á glærunni sinni CSDDF sem Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Af því að fyrirtækjum voru að segja að með þessari löggjöf sem hvetur og setur kvaðir á fyrirtæki til þess að byrja að skoða þessar áhættur, oft í tengslum við mannréttindi og sjálfbærni í aðfangakeðjunum, þá mun þetta út af fyrir sig líka auka seigluna eða loftslagsþolið í aðfangakeðjunum út af þessu gegnsæi sem ég ræddi áðan. Þannig að þetta í lokin vil ég bara minnast á að þetta samspil er rosalega mikilvægt. Ef við tölum til dæmis gæðamálmana, þetta mun hafa afleiðingar fyrir hringrásarhagkerfið. Við tölum mikið hringrásarhagkerfið sem lausn fyrir sjálfbærni, en hringrásarhagkerfið mun hafa aukið vægi núna, ekki út frá sjónarhorni sjálfbærnis, heldur líka frá seiglu. Þetta skapar loftslagsþol. En síðan áhugavert eins og Adam minntist á að nú erum við í breyttu pólitísku umhverfi sem að senda misvísandi skilaboð hver stefnan Og þótt þetta gæti mögulega veikt eða skapað ólíka birtingarform fyrir sjálfbærnisvinnu, þá ég fullviss að þetta mun bara vera til skammtímans. Af því að staðreyndin sú að leið og fyrirtæki byrja að vinna með loftslagsaðlögun og það
mikið erindi fyrir, það er stór ástæða fyrir að fyrirtæki gera það, bæði út af því að lánhæfismatið byrja að lækka vegna loftslagsáhættur fyrirtækja við beinum afleiðingum loftslagsbreytinga. Það er búið að vera mat sem að ný rannsókn sýndi fram á að kostnaðurinn við raskanir á aðfangakeðjur getur numið upp að 25 trilljónum fyrir 2060. Þannig að þetta er að senda ákveðin skilaboð til markaðsins. Þetta er að hafa áhrif á tryggingafélög, sérstaklega endurtryggingafélög, og þetta mun hafa áhrif á fasteignamarkaðinn. Þetta mun skapa rosalega miklan pólitískan þrýsting frá þessum hagaðilum á ríkisstjórnir að auka undirmótvægisaðgerðir, af því að þau munu leið og byrja að tala aðlögunaraðgerðir, þá munu þau mjög snögglega komast að því hver annmarkanir eru á þessum aðlögunaraðgerðum ef við náum ekki árangri á sviði sjálfbærnis. Þannig að ég læt þetta duga í bili. Kærar þakkir fyrir mig.